Komið þið sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag er föstudagurinn 13. júní 2025 og Bitcoin er í $105.601. Og hingað er mættur Björn Harðarson. Vertu velkomin, Björn. Já, þakka fyrir. Þetta er eins og gefur að sjá. Nýjir tímar í þessu hlaðvarpi, þar sem við erum í hljóð og mynd. Reyndar myndumstu á það hérna fyrir, ef maður rétt... 3 vikur síðan. Já, 3 vikur síðan. Þá tókum við upp í hljóð og mynd en ákvæðum svo að færa okkur yfir í þetta frábæra stúdíó og ákvæðum þá að nota ekki þær upptökur. Þannig að þetta er í rauninni frumraun í hérna hljóð og mynd og er stúdíóið sem við verðum framvegis í. Þú ert nýkomin að utan frá Spáni. Og eins og eitthvað alltaf í þessum rafmyndaheimi þá dró til tíðinda. Já, svolítið mikið. Já, bæði jákvætt og neikvætt. Fyrst fór það svolítið... Já, ég reiknaði með því mögulega þegar við tækjum upp þennan þátt að við væri mögulega að fara að horfa á $120.000 Bitcoin. Já, það leit alveg vel út. Fórum við ekki all time high? Jú, við klukkuðum nýtt all time high, fórum í 112.000. Já. Og hérna svo kemur ákveðin skellur núna bara í nótt raunverulega þegar Ísrael ákvað sprengja í Íran. Þeir ráðast á Íran sko. Þannig að við þurfum einhvern að svona draga þetta aðeins út og hérna rekja þetta aðeins áður en kannski förum í að fjalla það og að fjallum mögulega áhrif sem þetta kann að hafa og virðist vera að byrja að hafa. Reyndar Bitcoin finnst mér samt furðu sterkt sko. Við erum í 105.500, fórum hann í nótt eitthvað niður í 103. Já, gull fór upp, en ég held að gull fór upp sko. Ég held að þetta sé mjög svipað þegar eitthvað svona svipað hefur gerst undanfæra svona 6 mánuði. Þá þú veist, lækkar Bitcoin, en þú veist, þú manns hvernig þetta var í það einu sinni, það hríðlækkaði venjulega. Nú er það bara svona aðeins að lækka og ég get alveg trúað því að þú veist, það veit maður ekki hvað gerist í heiminum, sko, en þú veist, ég get alveg trúað því að þú veist, það farið síðan aðra í all time high, kannski eftir 2 vikur eða svo. Já, einmitt. En kannski aðeins við ræddum hérna aðeins áðan, sko, að það sem maður er að verða, viðurkenni ég, svona smá þreyttur á er að þessar aðra rafmyntir, þær eru enn í þessum fasa, þær taka gríðarlegan skell. Við sjáum að Solana er í 147. Ég var svona vona að vera að fara að koma upp í 200 bráðlega sko. Já, það var að fara að líta hann út sko. Það komið líka jákvæða fréttir sem við getum talað með eftir varandi Solana sko. Og í Ethereum er það búið að vera mjög sterkt. Það fór næstu í 2900. Í Ethereum er raunverulega, ég held ég farið örugglega rétt með það, svona síðustu 2 mánuði þá er Ethereum búið að vera að outperforma basically allan kryptomarkaðinn. Já, og ég held líka, ég man ekki nákvæmlega þú veist fjöldi daga en það er búið að vera stöðugt innflæði í pluss sko á Ethereum hérna í kauphallarsjóðunum í allavega 2 vikur held ég sem alveg þú veist við sást hvernig þetta var fyrst þá var þetta bara útflæði út af þessu greiðskeil átti svo mikið og fólk var að losa út úr greiðskeil og ég held að spyrja alla sem að hvort sem í Ethereum ekki við sem við höfum talað áður að þú veist, ef að Ethereum fer upp, þá er það bara jákvætt fyrir heildarmarkaði. Þá mun allt fylgja á eftir, sko. Ethereum er náttúrulega eins og við rætt margsinnis, það er flaggskipið í þessum altcoins. Sama hversu heitt eða kalt manni finnst það að vera, sko. Já, og gefur líka bara trú líka bara á altcoin-markaðin í heildsinni ef að Ethereum fer eitthvað flug, sko. Já, skýrasti svona indikatorinn á altcoin season. Hefur verið alla söguna og við trúum því að það sé ennþá. En ok Björn, segðu mér aðeins sko að því að við höfum nú verið að spjalla heilmikið saman meðan þú ert erlendis og svona við vorum kannski ekki að sjá fyrir okkur að fara að ræða þú veist þessa árás Ísrael og þetta ástand sem nú ríkir sko sem mun klárlega eitthvað sem við munum þurfa að fjallum í þessu þætti en mér langaði bara aðeins ef við setjum það aðeins til hliðar, látum það liggja milli hluta í smá tíma. Og að því við ætluðum uppalega að fjalla bara það er svona tiltölulega stutt síðan Bitcoin Conference var. Já. Og ef ég fæ aðeins að senda boltan yfir á þig svona atburðarásinni með Bitcoin Conference og svo koma jákvæðar fréttir, sem sagt verðbólga í Bandaríkjunum, komið tölur núna 11. júní, vissulega 10 punktum hærri en síðast en enga síður betri en spáð var, þannig að það var svona að koma að bústa á markaðinn.
Ég fæ eins og ég hef gert áður að senda hans boltan. Mér langar eiginlega til að byrja með aðeins bara því að þetta svona fyrsti þáttur sem við tökum allan upp eftir að Bitcoin Conference kláraðist. Langar mér aðeins svona, ég var aðeins að velta fyrir mér þessum breytingu sem orðið á Bitcoin Conference. Ef fyrir nokkur ára aftur í tíman, þá var þetta svona hardcore Bitcoin, þarna, ég segi ekki maxar, örugglega maxar og bara svona trúða tæknina, trúða á þetta frelsi frá bönkunum og það var umræðan alveg stöð og bara verið að tala um Bitcoin. Núna sér maður þessar breytingar, þetta eru ykkur svona, þú veist, þarna Trump-sinninir voru þarna og það var stöð fyrir að tala um verð og spá fyrir hvað verðið væri, endalaust að tala um verð, það var aldrei talað um verðina einu sinni. Og hvað, ég örugglega verið sagt orðið stöðuleika mynt, örugglega svona 500 sinnum hana, það var alltaf verið að tala um stöðuleika mynt, sko. Þannig að þetta er breyst töluvert, kannski ekki eins mikil svona rómantík eins og var yfir einu sinni. Nei, einmitt. En þetta er eins og nefnum... En þetta er þetta bara þróunin sem er á þessu, eins og við sjáum, þú veist að þetta er bara endurspegla kannski hverjir eru að kaupa Bitcoin, það eru kaupallasjóðir, það eru fyrirtæki og það er ekki bara, þú veist, ég og þú og einhverju svona einstaklingar hér út allan heim, sko. Nei, einmitt. Og væntanlega verið líka svolítið fókuspunktur þarna með fylkin sem nú eru, ég fer rétt með það eins og staðan er akkurat núna, þá eru aðeins 2 fylki í Bandaríkjunum sem hafa samþykkt og þar sem ríkisstjórinn hefur skrifað undir og veitt frumvarpinu lagagildar sem orðið að lögum. New Hampshire og Arizona. Já. Og svo er Texas er búið að samþykja bæði fulltrúadeildinni og öldungadeildinni. Þannig að það er gott sem komið. Það er bara, hann áttur að skrifa undir það ekki ríkisstjórnin. Hann hefur einhverja það byrjum 10 daga í viðbót ríkisstjórnin til að skrifa undir. Þá eru 3 fylki í Bandaríkjunum. Þú rættir hérna ef ég maður rétt, fyrir 3 þáttum síðan eða 2 þáttum síðan efnahagslega stærð Texas sem er náttúrulega gríðarleg, sko. Og þú ert þá komið 3 fylki í Bandaríkjunum. Þannig að það er hansi svona jákvæðir hlutur að gera. Þannig eins og segir, þetta er, og maður er oft svo margar samræður við þessar svona hardcore ideological bitcoinera sem ég vil samt trúa að í grunninn sé ég, sko, en þú verður að vera pragmatisti líka, sko, þú verður að vera raunsæðismadur líka og ég hef alltaf bent á... Svo viltu líka bara það verði hækkar á því sem úr Já, en 100%, en líka bara sér að segja að sko, ef þú vilt virkilega að þetta verði byltingin sem breyti heiminum, þá getur það aldrei til frambúðar gengið að sko, hún grassir öll bara á okkurum útjæðri, sko. Þú þarft að ná sko, mainstream legacy kerfið og BlackRock er líkil þáttur í því, ég vil trúa því að að þetta fari inn á forða sjálfstæðra ríkja eða fylkja í jafn stóru ríki og Bandaríkin eru, þetta er líkil þáttur í því, sko. En hvernig svona, ef ég fæði að spyrja þig bara að því ég er múin að fá þessa spurningu núna síðast bara held ég 3 í dag frá viðskiptavinum og kannski að ég spyrji þig bara meðan ég er svona enn að svara henni sjálfur, hvernig líst þér á rafmyntamarkaðinn í dag? Já, sko, ég verði eiginlega svona skipta svarinu í leit fennt, sko. Það er annars vegar Bitcoin svo rest, sko. Þú veist, saman til Bitcoin þá lítur markaðurundarlega svakalega vel út. Þú ert að tala um þessi fylki, þú veist, hérna fyrir kannski svona 2-3 mánuði síðan þá var maður að telja upp fyrirtæki sem var að setja hérna Bitcoin á balansið. Ég er bara hættur að geta bara að telja það upp, það orður svo mikið, sko. Ég held, ég sá ekstra tölur að 100 fyrirtæki, 100 þá stærstu fyrirtæki sem er allan að gefa það út, eigorðið 819.000 Bitcoin. Já. Það er endar, sko... MicroStrategy á hvað, 70% dæflaði því. Já, 580 eitthvað. Já. Svo bara bætum við kaupallarsjóðunum inn í þetta. Það eru önnur svona, það var að BlackRock er yfir 500.000 þar. Já, ég held að talan... Ég var nú að sjá hann eitthvað starf á það. Ég held að talan sé eitthvað starf... Ég myndi giska að hann var svipuð. Ég held hún sé meiri. Ég held hún sé komin yfir 1.000.000, sko. Yfir 1.000.000, vá. Þú er ekki að fara með allan að ChatGPT saði mér að það væri komin yfir 1.000.000. Þannig að þú veist, þá er þetta orðið 10%, en mér bara þessi 100 fyrirtæki eiga orðið 5,5% af öllu Bitcoin. Þannig að þú veist,
þú veist, það lítur allt vel út fyrir það að eins og þú ert að tala um hérna adoptionu fyrir Bitcoin og fleiri að kaupa og við viljum ræða verðið eins og hann gerði í konferensinum þá lítur allt vel út fyrir að þú veist, við erum fara að hækka töluvert mikið, sko. En þú veist, ókosturinn eins og við höfum kannski talað oft áður, að þetta eiginlega allur markaðurinn keyrður upp af svona iðnaðarfjárfestum sem gerir það verkum að þú veist, það bara Bitcoin season alltaf og bara, þú veist, það ekki margar myndir sem að þú hefur fjárfest í fyrir árið síðan sem að verið búin að átforma þarna Bitcoin. Nei, það eru alla til. Einu sem er þetta í hug og ég ekki einu, hún rétt næri það XRP. Já, rétt svo. Já, en ef þú hins að dregur, Súi líka einhverja mánuði getur þú séð og ég vil CRO eitthvað, þú veist, en þú veist. Ekki CRO samt, sko. Jú, nei, þú ert að fara lengra. Hún næri ekki, sko. Hún búin að... Sérstaklega fyrir ára aftur í tíma, þá eiginlega bara ekkert. Við getum farið einhverja 90 daga, þá getum við séð eitthvað, sko. Einmitt. Þannig að já, þetta meikar sens. Þú veist, verða að skipta sér í tvennt. Mér líst ekki rosalega vel á altcoins. Nei. En ég var einmitt spurður að þessu. Ég átti ágætis spjall við hérna viðskiptavinn í morgun og þú ert raunulega svaran svona mjög svipað og ég var að gera en ég sagði eins og ég sé alltaf samræðum að maður sjálfur eitthvað veginn og ég veit að þá enn betur við þig, sko, að maður svo heavily allokeraður í þessum öðrum myntum og aftur valið okkar, það enginn að binda hendur okkar að hérna sem sagt vera allokeraður í öðrum myndum svona mikið umfram hérna Bitcoin. Og svo vill maður samt trúa því að þetta eitthvað að snúast. Já, það er ennlega máli. Ég held, sko, að í grunninn þetta bara hannig að eins og þú segir og ég held að sjáast bara svart á hvítu hérna sko og þess vegna veit ég ekki alveg hvort maður geti endilega talað að minnstakosti sannarlega ekki hefðbundin bólamarkað sem í gangi núna af því að hann virðist vera nær til eingöngu drifinn af stofnana fjárfestum og stofnana fjármagnið, BlackRock, fyrirtækin og svo framvegis og núna hérna opinberir sjóðir í einhverju magni, hann streymir allur, það fjármagn streymir allt í Bitcoin. Og eins og við höfum talað áður sáum við alltaf hvernig markaðan þróaðist, svo stabilisera Bitcoin sig, þá fyrir fólk að selja og kaupa Ethereum, og það stabilisera sig, þá fyrir að kaupa Solana og þú veist, og færist því svo neðar í Sui og eitthvað fleira og ennþá neðar. Það er svo erfitt að sjá þetta núna, við getum ekki kópir á fyrri markaði og haldið þessu fram, að því það er ekki verið að selja kaupallarsjóði til að fara að kaupa Sui, sko. Nei, einmitt. En þessna, sko, við erum að tala núna að þessi mælikvarðar sem við tölum mikið ákveðinu leiti dálítið súrrealista að horfa upp á þetta að fýrin grýtir í 54. Við erum í algjörlega nútral zóni, við erum mjög skammt frá því að vera hreinlega nærði að vera í 4 ástandi, hræðsluástandi heldur en samt Bitcoin í 105.000 og $600. Já, einmitt. Og þannig við ættum að vera mögulega í einhverju grýti. Já, eins og ef það er sagt það við mig bara segjum í hérna, förum bara 6 mánuði aftur í tíman eða förum ára aftur í tíman þegar Bitcoin var í kannski $60.000 og þú myndir segja mér að hérna, eftir 12 mánuði verðum við í 105.600 nýbúin að hérna, klukka 112.000 all time high. Ég hefði haldið að væri frekar sem sagt gefið að við værum í 70, 80, 90 í fýringrít, en svona þetta. Spurning sem ég er að velta fyrir mér sjálfur og sem mjög margir að velta fyrir sér. Ég held að allir og langflestir sem að þekkir í kryptó ég þekki voðalega fáa sem eru Bitcoin only. Auðvitað þekki maður slatta þessu fólki, blessunlega fólki sem stendur manni næst í lífinu sem veit ekkert rafmyntir, það bara Bitcoin only og það að gera besta móti. En spurningin mín, Björn, frændur og frængu þínar og svona sem að þú ert búin að koma inn í bara Bitcoin og ekki búin að kynna sér þetta kannski. En spurningin mín þessi, Björn, hvað þarf að gerast til að fá retailin, fólk eins og mig og þig og bara hinn dæmigerða Íslending, hinn dæmigerða Bandaríkjamann, hinn dæmigerða einstakling, hvað það sem þarf að gerast til að fá
þennan hóp? Já, þetta risa spurning, sko. Þetta erfitt að svara þessu, sko. En, þú veist, þú veist, stuttasvarið örugglega bara, við þurfum að fá töluvera hækkun í eitthvað þessum öðrum myndum og þú veist. En þetta verður aldrei svona catch-22 problem, að þú fær ekki hækkun nema að fá fólkið inn, sko. Þú fær ekki fólkið inn nema þegar frétti af hækkun. Já. Það er bara alveg svo bara hérna áður, bara alltaf þegar Bitcoin fór í all-time high, þá komu menn inn, en ég veit það ekki, þú veist, svo hugsaði maður, sko, þú veist, að við tölum bara út frá því sem að gerast hverju sinni, ef við höfum tekið hana þátt upp í gær, þá hefði mögulega hljóðið okkur verið aðeins öðru. Það er rétt, sko, ég einmitt, 100%. Fyrir að fyrsta, aðra rafmyndri Bitcoin eru flestar 8% niður frá því í gær. Þannig að bara það eitt og sér hefði... Já, en ég var að skoða í gær, morgun eða daginn þar á endan. Það var bara svolítið svona altcoin season, svona byrjunar tilfinning í gangi. Já, algjörlega, sammála því. Og það var sérstaklega, sko, ég var að skoða svona hverju og hvað var að hækka mest. Já, virtist að tengjast svolítið þessu stöðuleika myndafrumvarpi sem er í gangi núna, sem að gera það verkum og það var mikið verið að tala DeFi í kringum það, sko, og gott ef að man ekki hvort það var hann sem er yfir fjármálaeftirlitinu eða ætla ekki verið hann sem var að tala DeFi á mjög jákvæðan hátt og þá sá maður Aave var að hækka, þú veist, Uniswap var að hækka sem er ekki hækkað bara ég veit ekki, mörg ár og öll þessi svona DeFi project, sérstaklega Ethereum var að hækka, en líka eins og Gijo sem er á Solana, sem er unni staking plattform á Solana, það var byrjað að hækka töluvert mikið, sko. Hluta til það út af þessum fréttum sem að komu með Solana ETF að fjármálaeftirlitið bað rauninni þá sem voru að sækja að útskýra eitthvað aðeins betur, ég ætla nú ekki að fara út í eitthvað svona nákvæma hvað þetta heitir, S1 eitthvað, og sérstaklega út frá staking sem að svona, sem maður horfði á þetta hljópaði þetta, já ok, það er þegar skilgreina betur staking, gæti rauninni Solana fengið fyrsta kaupallarsjóði með staking og jafnvel grunar svona að í Ethereum fengið það á sama tíma, en þú talar hvað gæti svona keyrt markaðin í, ég geti trúað því ef að það kæmi staking og Solana í Ethereum og jafnvel ykkur fleiri kaupallarsjóðir, þá myndi þessar myndir byrja að hækka í gegnum kaupallarsjóðuna sem myndi síðan hafa áhrif á retailin. Já, það meikar 100%, sko. Ég upplifði það dálítið þannig að við erum einhvern veginn svona ef við fæða að reka kannski bara svona síðustu 3 vikur eða svo sem hafa einkennst af talsverðum hækkunum. Þar sem við höfum landslagið hefur verið byrjað að líta þannig út að allar forsendur séu fyrir hendi til að fá rafmyntamarkaðinn í heild sinni til að keyra vel upp á við. Byrjum að keyra þess, svo kemur alltaf einhver svona leiðinda fílubomba sem virðist hafa, þú veist, sko fyrst var það svona, hvað ætla að sé 2 vikur síðan, þú voru ekki kannski 10 dagar, þegar Trump-Musk dramað byrjar. Já, gleymið því. Og það hafði bara gríðarlega áhrif á markaði. Svo saman bara markaðin var búin að jafna sig að því, vorum farin að halda áfram að keyra upp og kannski bætta aðeins að Musk verið svona að draga aðeins í land með þetta, tweetaði hann sæi eftir sum tweetum. Og við höldum áfram að keyra upp, Bitcoin fyrir aftur að komast yfir 110.000, Ethereum var komið í næstu 2.900, Solana var komið í cirka 170 og þá búm, ráðast Ísrael. Búm. Já. Þá ræðist Ísrael inn í Íran. Við erum ekki að tala politíkinni, við erum bara að tala það hvernig þetta hefur áhrif á markaðinn, sko. Og veist, ég var bara eitthvað, ég var ekki farin að sofa, ég sofnaði ekki fyrir eitthvað aðeins og seint, en það var eitthvað að nálgast 2, sko. Ég sé allt í hennu bara laust eftir miðnætti, ég bara hvað er að gera, það er bara 10% niður á sko, þú veist, ég fer og náttúrulega sé fréttinar að og ég kannski skil það einhver leiti ef þú ert svona þeir sem eru hvað svartsýnastir á ástandið, þeir náttúrulega hugtak sem maður að heyra mikið tala núna bara hreinlega 3. heimsstyrjöldin, sko. Ég kannski bara það naív í eðli mínu en ég samt einhver veginn trúi alltaf, nei, þú veist, við hljótum einhver veginn að
læra af fyrirreynslu afstýra þessu. Ég ætla ekki að þykjast vera einhver geopólitískur sérfræðingur hvernig auðvitað finnst mér þetta bara hræðilegt, númer 1 og 3. En það virðist samt vera, þú veist, ef maður notar markaði sem ákveðna vísbendingu, að þetta var svona svaka taugáfall til að byrja með og hann aðeins að svona á vopnum sínum aftur róast aðeins. Þú veist, við tölum aðeins það bara út frá markaðinum. Og nú ekki að ráðleggja fólki hvað þeir að gera, en samt, veist, við vorum að tala áðan að mikið af þessu DeFi-projektum voru að hækka. Nú lækkuðu þær bara niður í það sama og voru áður að byrja að hækka. Og maður gæti alveg, þú veist, nú veit ég ekkert hvað er að fara að gerast meira í þessu Íran-Ísraelsdæmi, en við gætum mögulega sagt þetta sé kauptækifæri. Að því, þú veist, ef þú skoðar bara þegar Ísrael sprengdi eitthvað í Íran, alltaf ekki tæplega, já. Þegar Úkraínustríðið byrjaði, þá fer markaðurinn niður, en hann botnar sig yfirleitt mjög, já, ég myndi reynda að segja sko, ámark held ég sko enn skemur sko. Jafnvel bara einstam sprengjunar hann í Íran til dæmis. Ég held að það bara verið eitthvað sólarhringur þó ég munaði ekki nákvæmlega, nú ég bara að rifja upp, en allavega þannig að það má eiginlega segja að þú veist það gerist eitthvað svona, það fara allir að tala markaðurinn keyrir niður fyrir þann gull og svo byrjar það að jafna sig einhvern veginn aftur. Þannig að þú veist, það væri þetta að segja að líta á þetta sem kauptækifæri og þú getur jafnvel að sagt, ok, hvað var að hækka þarna undan? Gæti það gefa mér einhverja vísbendingar? Já, einmitt, þetta svona, ef við gefum okkur það að ástandið eskalerist ekki, þá alla jafn í sögulegu samhengi yfirleitt best að kaupa á momentum sem þessum. En gott og vel, þú varst aðeins að segja mér, það liggur eitthvað í loftinu varandi Solana ETF, ekki satt? Já. Og reyndar líka, ég átta mig samt ekki á því, sko, ég held að það væri frekar stutt í að þeir þurftu að taka afstöðu gagnvart XRP ETF, sem búið að tala um, ég hlustaði á viðtal við hann, Chris Marsalaki á Crypto.com, sem var að tala um sko að þeir spár gerir ráð fyrir alltaf $8 miljardar innflæði í XRP ETF, en ef ég fæ að spyrja það út í hvað núna, hver eru helstu fréttir? Sko helstu fréttir voru bara þessar að fjármálaeftirlitið var að sama og þú gerðum við held í Bitcoin og Ethereum á sínum tíma, að þá voru þeir að biðja einhvers konar meiri skýringar á einhverju ákveðnu þættu sem staking og svo eitthvað redemption það þykir mjög búlis að þú veist það sé verið þessi vinnsla í þessu sumir segja það þú veist að það gæti þá bara verið kannski einhverja vikur í að þetta verið samþykkt ég ennþá á því að loka deadline, ég held að það sé í október ég ennþá á því að þetta, þú veist lætur þetta bara fara í lokadeadline en ég held að sé ég held að sé Erik Balkúnes sem einhver svona kaupalla sjóða sérfræðingur hann hélt í fram að þetta sem var að gerast með Solana ETFs var orðið 90% líkur að það samþykkt þannig að þú veist, það að koma Solana ETF það mjög líklega með þetta nýjasta að koma staking í það sem að engin spurning hefur mun hafa rosa jákvæð áhrif. Ég held að þetta gerbreytir leiknum, bara að svo mörgu leyti. Ég ætla ekki að láta hengja mig upp á það, en ég hallast verulega því að staðreyndin sé sú að þetta sé í fyrsta skipti sem þú ert með eitthvað svona fjármála fyrirbæri, eitthvað svona financial instrument sem gefur af sér ávöxtun, getur kallað vexti eða þú vilt, en umverulega samt ekki það sem þetta en þetta er sannlega svona yield eins og við talum á ensku og það engin mótaðili raunverulega að greiða það. Heldur þetta bara verðlaun með sama hætti og þú sett mænarnir sem að mæna Bitcoin og taka þátt í því að treysta og styrkja Bitcoin netið þá eru þeir sem eiga Sol token eða ETH token að þeir fá þetta yield og ástæðan fyrir að ég held að þetta sé svona mikil game changer að við höfum séð það náttúrulega gerast ítrekað í sögunni að
bankar, bankar, fjármagnseigendur og aðrir, að þeir eru stöðugt að reyna að sækjast í sem hæstu ávöxtun, sem leiðir að sér svo mikla áhættu og oft svo mikla sko keðju svona það sko verður svo mikil keðja þar sem ef einn hlekkurinn bregst, eins og við sjáum bara 2008, þá allt í einu kemur eitt símtal frá einum bankanum og segir, herðu, við eigum því meira enga peninga og einhvern öll keðjan hrynur. Þarna ertu ekki með þetta. Þú ert 100% öruggur að þú munt alltaf fá þessa ávöxtun greidda, en kallið náttúrulega að þú munt bara fá ávöxtuna greidda í þessu Sol tókeni eða ETH tókeni eða hvað það er. Og það er svo markaðar þessi ræður því hvers virði þá endanum er. En þú getur ekki samt sagt þetta sama með Fiat-kerfið, ef ég að lána einhverjum banka eða einhverjum sjóði eða hvað það er, eða einhver banki að lána mér, hann getur ekkert sagt ég 100% að fara að fá þessa 8% vexti eða 10% vexti eða hvað það að þessu skuldabrifi, því að ég getur þetta mist mína greiðslufærni sko. Og þannig að því til held ég að þetta sé mikill potential game changer. Já, og svo líka bara svo margt í ákvæmt að gerast í kringum þetta, því þú veist, í þingin þetta Genesis Act sem stöðleika frumvarp sem að virðist vera bara að fara í gegn. Nú þekki ég ekki alveg hvernig svona frumverp eru, hef ekki fylgst mikið með því gegnum tíð. Já, ég held að það sé eiginlega megin nánast fullir án fyrirvara, þetta frumvarp verður samþykkt. Þeir eru búnir að vera að það og það búin að vera bara alltaf hækkandi hvað eru margir að segja já. Þú bara með Elizabeth Warren sem að berja hausnum við steinin og blessunulega núna talar hún fyrir döðum eyrum. En þetta áhugavert að pæla í þessu, því að þú veist, þú þarft að vera með sér svona fjármála eitthvað leyfi til að gefa út stöðuleika frumvar, gefa út þetta stöðuleika mynd. Þetta eru leyfiskyldur rekstur. Þetta er áhugavert að tæknifyrirtæki, það tekið fram að tæknifyrirtæki mega ekki gefa út stöðuleika myndir. Þannig að þetta kemur veg fyrir svona... Já, Google og Facebook og það allt saman, sko. Og þess að risa, áhugavert. Svo var mjög áhugavert, svo kom einhver með einhver svona ekstra klási í frumvarpið sem að ætti að banna sitjandi forsetum og varaforsetum að gefa út stöðuleika myndir og það var hafnað. Vá. Það ég held að það væri bara svona common sense. Ég sá það að hann var að reykja sér að því Donald Trump Jr. sko að USD1 það ekki sem að það var að taka fram úr DAI og held ég fari rétt með að það var þriðja mesta veltan á USD1, það var bara Tether og USDC held ég fari rétt með þess að ég trúi alltaf að hafa tekið fram úr Binance USD en allavega þetta var held ég tweetið hann sko eða á Truth Social eða hvað hann er. En þetta eins og við höfum talað maður eitthvað you gotta take the good with the bad. Mér finnst eitthvað Trump alltaf, ég stend ennþá við það að ég er samt þakklátur þrátt fyrir allt. Hann er vissulega reynt mikið á þetta þakklæti mitt en ég er samt sem á þakklæti fyrir að hann vann en ekki Kamala. Já, markaslega sé já. Já, en að samaskapi sko, þú veist, ég held að það veri gríðarlega, bara verið þeirra þungtök, ég hef oft talað að við erum enn að glíma við afleiðingarna því að hann lonsaði þessu Trump-coini. Það var bara markaðan að vara í flottum gír þegar hann gerir það og hann gjörsamlega krassaði allt nema Bitcoin og reyndar Solana sem svo krassaði síðar og mér veist við enn ekki búin að ná vopnum okkar eftir það. Svo er það með þetta USD1. Nú er þeir að fara inn í ETF-ana og þú veist, já, þannig að hann er að halda sig bara við NFTs á þessum tíma og það er bara ok, það málið. Eða bara, þú veist, þú ert milljarðarmanningur, þú ert forsetinn, er það ekki bara nóg fyrir þig? Nóg, sko. En, þú veist, Já, en svo er svolítið áhugavert, sko, ekki það við förum mikið í það, en svo er annað frumvarp, Clarity frumvarpið. Ok. Og inn í því er eitthvað sem við þurftum að skoða eins betur. Inn í því er eitthvað svona ákveðið tjekk sem að verkefni þurfa að fara í gegn til að vera skráð sem commodity. Já, í staðin fyrir security. Og ég man ekki, mér minnir að tala sig eitthvað svona insiders með þá ekki eiga meir en 20% og það er svona decentralized check.
hversu decentralized þetta er og það er svolítið áhugavert að skoða það. Eins og þetta lítur út í dag, þá er ekkit rosa mikið að verkefnum að núti sem myndi standast þetta eins og þetta lítur út í dag. Ethereum, Bitcoin, Monero og eitthvað svoleiðis svona. En Sol? Nei, ég held ekki. Í alvörinni? Þeir eru sæmilega decentralized, samt ekki nógu mikið. Heldur að er sem sagt founding teimi með meira en 20% heldur af Sol-tókunum? Já, þetta er eitt af því sem ég þarf að skoða. XP myndi allavega ekki yfirfylla þetta. Ég held að það er nokkuð ljóst. Ég veit ekki hvort það sé það. Og ekki Sui heldur. Já, það verður gaman allan að fylgjast meira með þessu. Þetta fer auðvitað ekkert almennilega á stað fyrir en stöðuleika frumvarpi verður samþykkt og þá verður gaman að reyna að skoða þetta. Já. En já, þetta er svona, við erum svona búin að fara yfir að helsta, sko. Mér langar svolítið að spyrja þig hérna, að ég veit að þú, ólíkt mér, ég náði að kúpla mig svolítið út úr kryptóður, ég skellti mér í frí, en ég ger ráð fyrir að þú hefur bara verið liggjandi yfir rafmyndamarkaðanum meira og minna allt fríið, ef ég þekki rétt. Já, sko, aðeins minn en venjulega. Ég ákvað að ég slakaði rosa mikið á sem ég gerði að verkum, ég hefði getað verið að gera það, en ég svona aðeins skiptum gír og svona, ég veit ekki hvort að það flokka sem að gera eitthvað annað, en ég las fullt af bókum, bara svona almennum hagfræðibókum og okkur leið, sko. Ok, ég held að vera að segja bara almennar bækur eins og hérna Moby Dick eitthvað, en segðu mér eitt sem langar að spyrja, sást þú viðtalið hjá Jordan Peterson við Michael Saylor? Það er nýkomið, ég hef búin að tjekka á því, það er hrikalega skemmtilegt. Ég held mér þess að fyrst þetta var eitthvað gaman. Já, nei, þetta er glænýtt og þetta er hrikalega skemmtilegt og hérna, ég náttúrulega sko mér alltaf finnst Michael Saylor vera dálítið svona svipaður og Jordan Peterson þýlegin til að ég drakk hann í mig á sínum tíma og sé alls ekki eftir því. Svo hefur mér fundist hann svona í seinni tíð svona aðeins mist mars, ég er bara orðið dálítið svona þreyttur á sem sagt hans málflutningi, ég er að tala um Peterson, en raunverulega líka Michael Saylor. Og það er ekki það að sem sagt, mér finnst ekki allt sem hann sagði svona í, hvað segja, svona árdaga hans feril sem opinber persóna, það var allt mjög gott og gilt sem hann var að segja. Sama með Michael Saylor, allir hafa gott að því að hlusta á Michael Saylor tala um Bitcoin og svo þegar maður er búin að hlusta á 400 klukkutíma af sömu 1000 myndlíkingunum þá fær maður svolítið nóg að því en þarna kom svona alltaf nýr vinkill og Peterson var að ég hef líka hlustað alltaf á þessu podcast þar sem ég finnst hann að vera að tala allt og mikið sko yfir viðmælandan en ég held að sé annarkvort þegar það er ekki hægt að tala yfir Michael Saylor eða Peterson búin að læra eitthvað þetta er hérna hlaðar sem ég mæli með fyrir alla sem hafa gaman af Bitcoin að tjekka þessu, þetta er á YouTube sem við verum líka á YouTube þetta verður núna náttúrulega áfram á Spotify en svo bætum við YouTube Já, það er bara geggjað sko, bara frábært þannig að taka eitthvað svona nokkur atriði önnur sem að skipta máli aðeins að fara eitthvað svona deep dive Já, endilega PSG vann meistaradeildina. Ok, 5-0. Ég horfði á leikinn. Ég sá hann ekki. Ég var að labba eitthvað starf og kíkt á hann og veit einhverstu. Á hverju að segja það núna? Ég held ég viti að segja það. Af því að svona 10 mínútur leiknum þá sástu ekkert annað en crypto.com. Er þetta að segja út af því? Nei, það var ekki út af því. En það var samt áhugavert. Sko. Ég horfði ekki á leikinn þannig að ég sá það ekki. Okay. Það er samt kryptotengt. Sko. Okay. Stutt eftir, ég held að það hafi verið stutt eftir að þeir unnu. Þá kom í ljós að þeir eiga Bitcoin. Þeir eiga Bitcoin, já, ok. Já, áhugavert. Þannig að það er enn eitt on balance sheet. Og eiga eitthvað alveg magnaði? Það var ekki komið fram. Nei, einmitt. Þannig að, já, þetta er nú bara svona lítið. En svo, ég sá hérna eitthvað sem ég hef búin að ætla að tala um einhvern tíma. Að, þú veist, MetaMask var að koma með 2 uppfærslur. Reyndar á einhverjum tíma. Fyrsta var að nú getur við sko borgað gasfí með fleiri myndum heldur en Ethereum sem er alveg áhugavert sko. Já, mjög, ég áttum ekki alveg hvernig það virkar og bara þú velur bara ég er ekki búin að prófa það mér finnst það mjög áhugavert alltaf fær mann alltaf til að hugsa ok, það minnkar þá raunverulega hvað Ethereum, þetta virkar örugglega einhvern veginn þannig að í bakendanum er það Ethereum sem er greitt, það hlýtur að vera því að keðjan er þannig. Já, það er 100% þannig sko. Og svo voru þeir að koma núna með Solana á MetaMask
Ok. Og ég hugsaði svolítið þegar ég sá það, þú veist, er þetta ekki bara svona ágætis dæmi hvað þeir hafa svolítið tapað svolítið samkeppnin einhvern veginn, sko. Þú veist, Phantom Wallet þú veist, búin að vera með Solana lengi og þeir eru með Ethereum og þeir eru með Sui. Þetta er svona, þú veist, ég veit ekki hvort ég að segja heitustu þegar ég nefni Ethereum, stæðstu og heitustu. Ethereum alltaf búið að hitna þess. Gefum Ethereum kredit fyrir framistöðuna undanfarið. Metamask þetta búin að vera með, þú veist, BNB og AVAX og fleira. Og, þú veist, og af hverju komið þeir ekki með Solana miklu fyrir? Já, einmitt. Já, góða punktur. Ég hef ekki notað Metamask í, sko, já, ég með eitthvað klinkinn á Metamask sem er $100 eða eitthvað. En hef bara ekki notað í ykkur ár, sko. En þú talaðu með þetta færslum, ég veist það svona áhugavert að sjá það hérna að Tether er að koma með nýja bálkakeðju, Plasma Chain, sem er svolítið athyglisvert fyrir það að hérna, það er runni bálkakeðja aðeins fyrir Tether transaction, USDT, og það er frítt. Þannig að við getum notað þessa bálkakeðju til að senda á milli okkar frítt. Og það sem fær mig til að hugsa, gæti það þýtt að Tron gæti farið að svona missa vægið sitt. Já, þú veist, Tron er eiginlega bara 90%. Er það skiljaði rétt að þannig að komið plattform til að senda USDT frítt á milli? Já. Millilega laust 24/7 hver sem er heiminn. Já. Wow. Og þeir voru með ICO núna einhvers konar, sem er einhvern veginn þannig að þú þurftir að setja inn bara stöðuleika myntina, USDT inn á það. Það hljómar dálítið svipað eins og Lightning Network koncepturinn. Þú toppar upp einhvern account með USDT og svo allir sem eru á þessu networki, þeir geta interakta sín á milli. Basically eins og hugmyndin með Lightning Network og þá veldur maður fyrir sér, þetta hljómar allt mjög vel, en maður veldur fyrir sér hversu mikið scalability í þessu. Og ef hann er að skala, þá geta verið náttúrulega ekki bara fyrir Tron, ég meina use caseið og narratífi fyrir XRP myndi þetta geta haft áhrif á alla, sko. Þannig að það er spennandi að fylgjast með þessu. Þetta var huge success, hvað voru margir sem að svona, hvað að segja, pledsuðu innátt með að setja innátt til að geta keypt í þessu. Ég held að þeir sett fyrst eitthvað 250 $1 million sem að var hægt að setja í. Það bara kláraðist á okkur mínúndum, hækkaði upp í 500, það kláraðist á okkur klukkutímum og gott þið voru ekki komnir eitthvað ennþá herra. Sko. Ég held að þetta sé næsta dálítið veifið, sko, sem svona fólk fyrir að venjulegt fólk sem nennir ekki að vera að pæla í krypto eða bitcoin eða eitthvað, ég held að svona innan 2-3 ára þá verði stöðuleikamyntir orðnar það áberandi og áþreifanlegar í daglegu venjulegu lífi að ég held að þetta gæti orðna næsta paradigm shiftið, sko, í krypto. Já, og þú sér líka bara áhuga á einhvern veginn, þetta var eitthvað sem við getum ekki sleppt að segja að hvað heita USDC Circle, þeir voru að koma að fara á markað. Það er staðfest. Já, það er staðfest og það bara var huge success og ég veit ekki hvað búið að hækka mikið síðan. Þannig að allir þessu orðrómur að Ripple væri að taka yfir, það er alltaf baki. Já, það var sagt að þeir væri að halda áfram samskiptunum fyrir Ripple og... Það er að vísu hægt að taka yfir þó að fyrirtæki séu komin yfir á markað, sko, en ég veit ekki hvað valuationið, það var hækkað eitthvað 100% eftir að það var initial launchað einhvern veginn og það verðist að allir vera að kaupa í þessu og verðmandið orðar miklu hærra heldur að því þeir eru ekkert með rosa þannig sem mikla tekjur. Nei. Og mér held ég að sko að... Þeir eru bara með yield af, ég held að halda á eitthvað rétt hæfla $100 milliarder. Svo fær líka hvað heitir nú kaupöllin Nasdaq. Nei, kryptokaupöllin. Já, Coinbase. Þeir eru með eitthvað 50% öllu revenue hjá þeim, ég veit ekki alveg hvað það er, sko. En hugsaður ef allir með sem verður og ekki, ef að Tether fari á markað, þeir eru miklu stærri, einmitt. Það talaði að það væri bara 500 milljarða. Já, ef nú sér að Tether í umferð það eru 155 milljarðar dollarar af Tether í umferð, það er ekki nema 61,5 af USDC. En já, all right. Er þetta ekki bara nokkuð þétt yfirferð? Fullt af fleiri fyrirtækjum að fara að rugla á markað, Gemini og Kraken, Chainalysis, fleira. Það verðist
verða hérna IPO season eitthvað. Það er að koma á svona kryptovef á... Já, ekki það sé neitt sérstaklega spennandi fyrir okkur sem við viljum frekar bara sjá allt season. Nei, en sjáum til... Stöðuleika mynda fyrir season. Þetta helst allt í hendur. Björn Harðarson, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis, gaman að koma aftur. Og þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina, hlustendur góðir og áhorfendur og við sjáumst og heyrumst aftur af viku liðinni. Verið sæl og takk fyrir.